Við byrjum hins vegar á þessu því fyrir 5 árum tók gildi reglugerð sem kvað á að frárennsli á verndarsvæðinu í kringum Mývatn og Laxá skyldi hreinsað mun betur en áður var gert, enda var greinileg hnignun í lífríki vatnsins. Síðan bæði búið að byggja ný hótel og stækka sum þeirra sem fyrir eru, en samt gengur ekkert að fá rekstraraðila til að fara eftir reglugerðinni. Auk þess sem farið var í framkvæmdir án leyfis Umhverfisstofnunar sem hefur lögsögu yfir verndarsvæðinu. Oddviti Skútustaðahrepps fékk meðal annars undanþágu fyrir sitt eigið hótel og virðist vonast til þess að ríkið muni á endanum grípa inn í og greiða kostnaðinn sem fylgir öflugri hreinsunarstöðum. Við Guðmundur Bergkvist fórum norður og kynntum okkur umhverfisvernd og undanþágur í Mývatnssveit. Mývatns- og Laxársvæðið sem á mótum tveggja heimsálfa skartar fjölbreyttri og oft sjaldgæfri fánu, dýra og annars lífríkis gerir svæðið einstakt á heimsvísu. Eins og staðfest var með skráningu þess á lista Sameinuðu þjóðanna yfir votlendi jarðar sem njóta þurfi sérstakrar verndar. Lög um verndun Mývatns og Laxár voru fyrst sett árið 1974 í kjölfar harðra deilna um virkjun Laxár. Með lögunum var Mývatn sjálft og bakkar þess það bil 200 metra upp á land ásamt Laxá og bökkum hennar að ósi árinnar í Skjálfandaflóa friðuð. Mannvirkjagerð, jarðrask og breytingar á rennsli og hæð vatns og ár var þannig bönnuð án leyfis Umhverfisstofnunar. Þrátt fyrir allar alþjóðlegar vottanir og staðfestingar á verndargildi Mývatns, öll þessi íslensku lög og reglugerðir, svæðið engu að síður nú á rauðum lista Umhverfisstofnunar. Það þýðir að Mývatns- og Laxársvæðið svæði sem hefur verndargildi sem á hættu að glatast. Ágangur ferðamanna og ekki síst aukið álag á fráveitu og skólp eru sögð helstu ógnir við lífríki svæðisins og taldar skýra hrun bleikjustofnsins og hins einstæða kúluskíts. Í skýrslu sem unnin var vegna neyðarástands í lífríki vatnsins fyrir rúmu ári var bent á að jafnvel þótt ekki væri hægt að slá því algjörlega föstu að þetta væri afleiðing bás ástand frárennslismála, sé engu að síður ljóst að grípa þurfi til aðgerða og þannig beitingar varúðarreglunar sem segir að þótt ekki sé vísindaleg fullvissa fyrir orsökum umhverfisvanda, sé það ekki réttlæting fyrir aðgerðaleysi. Slíkar ráðstafanir höfðu þegar verið gerðar í lögum árið 2004 en voru staðfestar með reglugerð árið 2012 þar sem strangari reglur voru settar skólphreinsun innan verndarsvæðisins. Skólp á vatnasviðinu skal hreinsað með ítarlegri hreinsun en 2 þrepa í samræmi við ákvæði fráveitur og skólp. Með ítarlegri hreinsun átt við hreinsun niturs og fosfórs sem talið geta haft umtalsverð neikvæð áhrif á lífríki vatnsins og árinnar. Til þess þarf öflugri hreinsistöð en bara venjulegar rotþrær. Landvernd hefur látið sig þetta mál varða og kært leyfis- og eftirlitslausar byggingaframkvæmdir til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamál. Og vissulega eru sveitarfélagið og hið opinbera, ríkið, með vinnu í gangi við að reyna að leysa það. En tengingin okkar inn í þessi hótelmál, hún kemur út frá náttúrulega þessu að það eru ný hótel að koma þarna inn á svæðið og það hlýtur að vera að gera þá grundvallar kröfu til þeirra að þau standist öll lög og reglugerðir hvað varðar þessi mál. Því að þetta eru þetta hóteleigendur sem eru að græða í rauninni á nálægðinni við náttúruperluna Mývatn. Þannig að núna á síðustu 2-3 mánuðum erum við búin að vera að kafa svolítið ofan í þetta fyrir nokkur hótel í sveitinni og því miður komist að því að þessi mál eru ekki í góðum farvegi. Á þeim 5 árum sem liðin eru frá því reglugerðin var sett hefur álag á fráveitu svæðisins aukist mikið. Gistirýmum hefur fjölgað á annað 100 herbyggi og umferð ferðamanna vaxið gríðarlega. Þrátt fyrir reglugerðina, ítrekuð aðvörunarorð og umræðu ástand vatnsins hefur þó lítið breyst. Og svo virðist sem leyfismálum og eftirliti sé verulega ábótavant. Þegar haft í huga það sé í höndum 3 opinbera aðila að hafa eftirlit með því að lífríki Mývatns sé verndað, hlýtur að vera svolítið sérstakt að það hefur verið einkafyrirtæki út í bæ sem hafi þurft að ýta við þessum eftirlitsstofnunum ítrekað til þess að benda á að frárennslismál væru ekki í lagi við eitt af hótelunum hér í sveitinni.
Framkvæmdir við 80 herbergja hótel í landi Arnarvatns innan verndarsvæðisins hófust haustið 2013. Hótelið var frá upphafi markaðsett sem umhverfisvottað og vænt hótel sem státaði meðal annars af fráveitu sem hönnuð væri með það í huga og í samræmi við reglugerð sem gilti þá svæðið. Grænt og hreint lýsingin sem notuð í markaðssetningu þess. Við gerum þetta með þeim hætti sem sómi að. Og það ekki hægt annað í þessari sveit. Þú byggir ekki hótel, nýtt hótel í þessari sveit öðruvísin að byggja með þeim hætti að það sé í sátti umhverfið og náttúruna. Hótel Laxá var þannig fyrsta hótelið við Mývatn til þess að fara að reglugerðinni 3 þrepa skólphreinsun. Í sumar kom hins vegar í ljós bilun í búnaðinum. Í fréttum var sagt frá því að eftir ábendingu frá vegfaranda hefði heilbrigðiseftirlitið mælt saurgerlamengun í affallsvatni sem rann frá stöðinni. Talsmenn hótelsins fullyrtu þá að mengunin hefði einungis orðið vegna mistaka og var á tímabundið. Afrit af bréfaskiptum fyrirtækisins sem seldi hótelinu skólphreinsirbúnaðinn segja aðra sögu. Borgarplast hafði frá árinu 2014 ítrekað gert athugasemdir við hvernig fyrirtækið hefði hirt skólphreinsistöðina og bent á að hún þyrfti betra og tíðara eftirlit. Í bréfi til stjórnenda hótelsins í apríl 2015 segir: Ljóst að viðhaldi og viðgangi stöðvarinnar ekki sinnt. Síðastliðið sumar virðist sem forsvarsmenn Borgarplasts hafi þrotið þolinmæðina. Í bréfi sem sent byggingafulltrúa Skútustaðahrepps áhyggjur fyrirtækisins af frárennslismálum hótels Laxár reifaðar. Ítrekaðar kröfur úrbætur raktar og greint frá heimsókn starfsmanna Borgarplasts á hótelið í byrjun júlí, auk þess sem myndir frá heimsókninni fylgdu. Skemmst frá því að segja að stöðin í algjörri vanhirðu og ljóst að þar hafði enginn sinnt eftirliti og viðhaldi, sennilega aldrei eftir að stöðin var sett upp 2014. Skoðun hafi leitt í ljós að mýs höfðu komist í stjórnskápa stöðvarinnar sem höfðu verið látnir standa opnir og stíplað loftintök þannig að stöðin varð óvirk. Það hafi orðið til þess að skólpgeymar yfirfylltust og óhreinsað skólp lak út víðan völl. Eftir viðgerð starfsmanna hafi stöðin þó gengið eðlilega. Þó sé frágangi hótelsins á afrennsli stöðvarinnar ekki enn lokið og það sett í sérstakar lagnir eins og gert hafði verið ráð fyrir frá upphafi. Auk þess sé fituskilja hótelsins of lítil sem verði til þess að of mikil fita fari inn í skólphreinsistöðuna og valdi þar vandræðum, rétt eins og annar úrgangur sem ekki að berast þangað og ekki sé passað upp á að fari út í frárennslið. Í bréfinu til byggingafulltrúa Skútustaðahrepps fer Borgarplast fram á að embættið þrýsti á hótelið að ljúka framkvæmdum við hreinsistöðina enda sé á 3. ár liðið frá því hún var tekin í notkun. Í bréfinu lýsti Borgarplast einnig furðu sinni á því að sveitarfélagið og heilbrigðiseftirlitið hafi enn ekki gert loka úttekt á hreinsistöðinni. Meðan svo geta heilbrigðisyfirvöld ekki hafið lögbundið eftirlit nema á einhverju undanþágu með umræddri hreinsistöð sem telst vera í verulegum ólestri sökum vanhirðu. Hótelið var ekki að standa sig gagnvart því að akta þennan búnað eins og átt að gera og voru með uppskrift frá seljandanum en þeir fylgdu bara ekki því eftir, því miður. Bendir það ekki til þess að það hafi eitthvað klikkað í eftirliti með þessu, hvort sem það var hjá ykkur eða sveitarfélagi? Eftir og ekki það alveg ljóst. Og það enn þann dag í dag heilbrigðiseftirlitið ekki búið að taka út hreinsibúnaðinn endanlega til þess að geta gengið frá þeim leyfum sem að hótelið þarf og til þess að geta sinnt reglubundnu eftirliti. Þegar 3 sumur eru liðin af rekstri hótelsins. Á sama tíma og það stendur á Facebook síðu hótelsins að það sé green and clean, grænt og hreint. Þetta voru sláandi myndir og svona vonbrigði að þetta skulle vera með þessum hætti. Ég vissi að lokaúttekt átti að fara fram í síðustu viku en henni var frestað vegna þess að þeir hafa verið í einhverjum örðuleikum með þetta. En ég bind nú vonir við að þessi verður þeir muni fara í að taka þetta fullir alvöru og reyna að klára þetta eins og að gera. En hver ber ábyrgð á því að það sé ekki búið að taka þetta út núna þegar komið fram á 3. starfsár á hótelinu?
Já, það er eitthvað sem að stýra sveitarfélaginu sem við náttúrulega verðum að skoða ef að svo er. Þessi skoðun sem að fer fram núna innan þá eftir rúmlega vikum eða það sem að við fáum uppgefið núna, hún á að gera sem sagt það í ljós hvort að hún að starfa samkvæmt því sem hún á að starfa. Og ef hún gerir það ekki, þá er ákvæði hjá okkur að við getum hreinlega að stoppa þessa starfsemi. En er ekki svolítið skrítið að það skuli gera svona löngu seinna, þessi lokaúttekt? Jú, það er alveg rétt. Samkvæmt útreikningum sem koma fram í drögum að skýrslu sem verkfræðistofan EFLA að vinna fyrir umhverfisráðuneytið, myndi það kosta 500 til 700 milljónir króna að koma upp 3 þrepa frárennslishreinsun í öllum hreppnum. Ef ráðast á í það, þyrfti því ríkisstuðning. Hins vegar ljóst að ætlast til þess að starfsemi yfir ákveðinni stærð eins og hótelrekstur eigi sjálf að sjá slíkar framkvæmdir. Nýtt hótel við Flatskalla í nágrenni Reykjahlíðar sem nú í smíðum mun til dæmis koma upp slíkri hreinsun. Önnur hótelbygging sem fór yfir þessi mörk árið 2015 fékk þó undanþágu frá reglugerðinni. Það Selhótel við Skútustaði sem stækkað var nærri helming og herbergjum fjölgað í 60. Eigandi hótelsins taldi að jafnvel þó Hótel Laxá væri þá að koma upp búnaði til hreinsunar samkvæmt forskrift reglugerðarinnar, væri óvissa hvernig þetta standast ákvæði hennar og að ekkert lægi fyrir frá Umhverfisstofnun annað en að þetta væri verkfræðilegt úrlausnarefni, segir í svari eiganda Selhótels til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindarmál vegna kæru Landverndar. Eigendur hótelsins ætluðu því að bíða eftir því að Skútustaðahreppur byggði upp skólphreinsun. Á þetta féllst Skútustaðahreppur þrátt fyrir andmæli heilbrigðiseftirlitsins. Í fyrrnefndum skýrsludrögum fráveitumál við Mývatn telja skýrsluhöfundar að hreppurinn hefði ekki átt að fallast á undanþágur Selshótels. Svo vil til að oddviti Skútustaðahrepps eigandi Selshótels. Þetta hlýtur að setja bæði oddvitan og Skútustaðahrepps sjálfan í þá stöðu að gera ef eitthvað ennþá meiri kröfur. Við ræddum málið og það niðurstaðan var svo að fyrst þetta var viðbygging, það frárennsliskerfi við hliðina, það var bara tengt inn á það, meðan menn að finna út úr heildarpakkanum. Þú ert oddviti og þú ert að reka þetta hótel og þú kemst að samkomulagi sem rekstraraðili við hreppinum að þetta hótel verði ekki skilyrt til þess að gangast undir þessar reglur. Stangast það ekkert á? Já, það svolítið vel hægt að teikna þannig að þetta sé miklir hagsmunaárekstrar. En þarna stóðum við bara upp á ákveðinn tíma og hvað átt að gera. Þú hefur ekki klárt fyrir fram að þig hvað á að gera. Og hvað getur þá gert? En var ekki Hótel Laxá að gera þetta á sama tíma? Jú, þeir tóku skrefið og fóru út í það að þeir vildu markaðssetja sig sem umhverfisvænasta hótelið hérna og fara lengra heldur en aðrir voru að gera og kusu að fara þessa leið. Og fara að reglunum alltaf? Já, eins og þeir vildi fara. Og átt að gera? Já. Klárlega ef að það vel að setja upp svoleiðis að við séum með allt niður okkur. En það eins og ekki meiningin. Selhótel þó ekki eina hótelið innan verndarsvæðisins sem sveitarfélagið hefur veitt slíka undanþágu. Í september í fyrra samþykkti Skútustaðahreppur breytingar á deiliskipulagi vegna byggingar þessara starfsmannahúsa við Hótel Laxá. Deiliskipulagið gerði áður ráð fyrir því að frárennsli yrði hreinsað eins og reglugerð kvað á og dælt í hreinsistöð hótelsins. Til þess að komast undan því óskuðu eigendur Hótel Laxár þó eftir því að starfsmannahúsin yrðu metin ein og sér en ekki í samhengi við hótelið sem þau fylgja. Þar með væri framkvæmdin undir þeim mörkum sem sett eru ítarlegri hreinsun. Þrátt fyrir að skýrsla stjórnvalda viðbrögð við bágu ástandi Mývatns væri þá nýkomin út, samþykkti Skútustaðahreppur beiðni Hótels Laxár. Okkur þótti bara eiginlega fáránlegt að það sem var komin upp stöð sem átti að vinna eins og þessar stöðar að gera. Vera þá að koma með
einhverja rotþró eins og búnaðurinn var fyrir þessa breytingu á reglugerðinni sem gerðist 2012. En engu að síður þá var þetta gert, en það ekki með okkar vilja. Framkvæmdaraðilinn í rauninni að búta framkvæmdina niður í smærri einingar til þess að hver og ein eining sé líklegri til þess að sleppa við ströngustu kröfur sem að gilda varðandi í þessu tilfelli mengunarbúnað. Evrópudómstóllinn hefur margoft dæmt í málum sem þessum að framkvæmdaraðili má ekki búta þetta upp með þessum hætti. Þarna var akkurat þetta veg og metakort að þessar persónueiningar sem bættust í næstu einingu við hliðina, svo getur maður deilt það hvort þetta sé raun og veru sama einingin að tjóna inn á sama deiliskipulagi. Nei, maður væntanlega ekki að byggja starfsmannaaðstöðu ekkert var í hótelið. Nei. En þetta er þessi hvernig ég orða þetta? Þetta er þegar þú ert að fara í gegnum reglugerðirnar, ert að leita smugunni eða ert að fara í einhverja stóra heildarmynd. Það bara þarna sem það liggur. Hafa menn látið náttúruna njóta vafans í þessum tilfellum? Ég held að menn hafi nú reynt að gera eins vel og þau gátu, en eins og í öllum málum, það alltaf hægt að gera betur. Og okkur ber ákveðin skylda að fyrst við njótum þess að vera við þetta vatn og á þessu svæði, að hugsa vel það og reyna að ganga eins langt og við getum. Það finnst mér allavega. Þannig að kannski svarið spurningunni bæði já og nei. Ef við horfum beint á hvernig þeir hafa framfylgt þessari reglugerð frá 2012, þá svarið nei. Við höfum ítrekað gert kröfu að sveitarfélaginu beri að vinna eftir þessari reglugerð. Það engin undankoma frá því. Ég ætla ekki að hafa neina skoðun á því hvers vegna það ekki gert, en staðreyndin bara þessi, það sem blasir við okkur sem eftirlitsaðila. Og auðvitað kemur að því á einhverjum punkti að við verðum að segja hingað ekki lengra. Þó lögin séu nokkuð skýr og reglugerðirnar í raun líka, vandast málið nokkuð þegar kemur að því hver á að bera ábyrgð á því að framfylgja þeim. Hvort það byggingafulltrúinn í Skútustaðahreppi, heilbrigðiseftirlitið, eða Umhverfisstofnun. Það virðast menn ekki hreint sammála. Umhverfisstofnun náttúrulega hefur mjög mikið að segja það sem innan verndarlínunnar, en hver ber ábyrgð á eftirlitinu, ég get bara ekki svarað því. Ég veit það ekki. Umhverfisstofnun hefur náttúrulega gríðarlegt vald þarna. Umhverfisstofnun sú stofnun sem segir til allar framkvæmdir á svæðinu. Heilbrigðiseftirlitið á að sjá rotþrær og þessi nýju mannvirki sem rísa núna í kjölfar þessarar reglugerðarbreytingar. Allavega erum við að reyna að vinna eftir þeim reglugerðum þeirri reglugerð sem sett var þarna og við höfum bara því miður ekki komist lengra. Frárennslismálin í lamasessi og þar bera náttúrulega hóteleigendurnir mjög mikla ábyrgð. En við verðum líka að líta til hver ábyrgð Umhverfisstofnunar sem að fer með umsjón þessa verndaða svæðis og það engin leyfi fyrir hótelunum í tilfelli Laxár og Sels. Hvað með ábyrgð Umhverfisráðuneytisins? Þannig að Mývatn ekki að njóta vafans, heldur hóteleigendur sem að græða á nálegðinni við þessa eina stærstu náttúruperlu okkar Íslendinga. Ef þetta á að verða vitrænt til framtíðar, þá verður heildarkerfið í sveitinni að vera á forræði eins aðila. Og það eðlilegast að það sé sveitarfélagið og svo sé bara lög holræsagjöld á starfsemina. Okkur einstaklingum, okkur hætti náttúrulega til þess að það kannski sleppur en reddast þetta ekki 1 ár viðbót eða 2. En við erum með þessa reglugerð á okkur og ef hún áver til staðar og á fylgin eftir, þá verður líka að vera alveg verkstýring á því. Það alveg ljóst að eftir því sem að álagið verður meira á bæði Mývatn og Laxá, það að segja álag í formi meira og meira skólps og afrennslis frá því, að þeim meiri hættu erum við að skapa þessu verndarsvæði.
Og þetta hlýtur að vekja upp þá spurningu og henni í sumum tilfellum hægt að svara með mat á umhverfisáhrifum. Hvort að það sé æskilegast að byggja þessi hótel inn á verndarsvæðunum eða fyrir utan. Já, og því við að bæta eigendur hótels Laxár báðust undan viðtalið þegar eftir því var leitað við gerð þessar umfjöllunar en lögðu áherslu á að búið væri að tryggja virkni skólpreiðslustöðvarinnar svo slys eins og það sem var í sumar muni ekki endurtaka sig. Þeir segja deilur sínar á Borgarplass flóknar eins og að þær verið ræddar í fjölmiðlum og að þeir telji sig hafa farið í einu og öllu að lögum og reglum í sinni starfsemi sem þeir vilji hér eftir sem hingað til að verði í sátt við náttúru svæðisins. En við munum halda áfram umfjöllun þessi mál á morgun en þá mun forstjóri Umhverfisstofnunar sem jú sú stofnun sem fer með ábyrgð á hinum sérstöku verndarlögum svæðisins sitja fyrir svörum í þættinum. Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, situr fyrir svörum í Kastljósi kvöldsins. En eins og fram kom í Kastljósi í gær hefur lítið breyst í frárennslismálum á verndarsvæði Mývatns og Laxár þrátt fyrir að lögum og reglugerð hafi verið breytt árið 2012. Hóteleigendur hafa þannig komist hjá því að koma upp umhverfisvænni skólphreinsun og eftirlit og eftirfylgni virðist lítil sem engin. Þetta gerist á sama tíma á lífríki svæðisins sagt í hættu af þeim sökum að of mikið af næringarefnum komist í vatnið í gegnum fráveitu. Í þætti gærkvöldsins kom fram gagnrýni á þátt Umhverfisstofnunar í málinu en stofnunin ber lögum samkvæmt ábyrgð á því að lögum verndun Mývatns og Laxár sé fylgt eftir. En við byrjum á Kristínu. Kristín, velkomin. Kannski bara byrja það sem við sáum í gær og það sem þar kom fram það ástand frárennslismála á þessum tíma eftir að ákveðið var að kippa þessi liðin og eftir að kom í ljós hversu slæmt ástandið var í lífríkinu. Kannski í fyrsta lagi var þetta eitthvað sem kom þér á óvart og svo hvað fannst þér það sem þannig kom fram? Það voru auðvitað ákveðnir þættir sem kom mér verulega óvart. Annað sem að auðvitað, við vitum, við erum búin að vera að standa í því í eftirrekstrum með þessi málaflokki í mjög langa tíma. Og það má kannski bara minna að það að árið 2010 þá setjum við Mývatn á appelsínugulan-lista í Umhverfisstofnunar. 2012 Mývatn komin á rauðan lista hjá okkur vegna þess að það er hætta á því að vatnið sem sagt tapi sínum eiginleikum, tapi sínu verndargildi. Og til dæmis árið 2012 þá gerðum við meðal annars athugasemdir við aðalskipulag sveitarfélagsins þar sem að var haldið fram að ástand skólpmála væri nú bara í nokkuð góðu horfi og því mótmæltum við harðlega. Og það höfum við verið að gera og ítrekað í ótal umsögnum, ábendingum til sveitarfélagsins, til heilbrigðiseftirlitsins. Við höfum gert mjög skýrt og greinargott minnisblað fyrir þessa aðila hver ber ábyrgð á hverju og af hverju. Þannig að við höfum vissulega lagt okkur fram við það að reyna að tryggja það að skólpmálin komast í lag. En hvað var það þarna í gær sem kom þér á óvart? Já, meðal annars þá var haldið fram að það var hægt að fá einhverja undanþágur frá reglugerðinni, þessi reglugerðum fráveitur og skólp. Svo er ekki, það er eini aðilinn sem getur í raun og veru veitt undanþágur, það er umhverfisráðherra. Og ég veit ekki til þess að neinar undanþágur hafi verið veittar frá þeirri reglugerð á þessu svæði. Það er bara þannig að allir þeir sem eru með annaðhvort rekafráveitu eins og sveitarfélögin í þéttbýlinu eða þá fyrirtæki sem standa ein, þau eiga að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og það er engin undanþága frá því. Það er heilbrigðiseftirlitið sem ber að gefa út starfsleyfi, hafa síðan eftirfylgni með því að ákvæðum starfsleyfisins sé fylgt. Og það eru auðvitað mismunandi hversu oft það þarf að fara í eftirlit. En heilbrigðiseftirlitið hefur auðvitað mjög skýrar heimildir til þess að ganga í málið. Það er áform og áminningu, það er áminning, það er dagsektir, bara þessar almennur heimildir sem starfsleyfis útgefandi hefur. Þannig að þetta er auðvitað svolítið spurningu líka að beita þeim heimildum. Og mér fannst nú á fulltrúa heilbrigðiseftirlitsins í gær að það var svona, maður sá svona á honum að þeir vilja fara að brýna sig enn betur í þessum málaflokki. Og það teljum við alveg gríðarlega mikilvægt. En sko, hvernig stendur þá á því til dæmis að þarna er hótel sem að oddvitinn rekur og við skilst reyndar að sveitarfélagið svo hluti þessu hóteli, lítinn hluti þessu með honum. Ég meina þar
reglugerðin alveg klár, þar deiliskipulagið líka alveg klárt, en enga síður virðast menn hafa náð einhvers konar samkomulagi sín á milli það að vera undanþegnir þessu í því tilfelli. Og þá, af hverju ættu menn þá að vera að gera þetta eða verið að komast upp með það? Já, ég tók mig nú bara til og sendi tölvupóst á sveitarfélagið í dag og spurði hefur verið veitt ykkur undanþága? Og þau svör sem ég fæ mjög skýr, nei, það engin undanþága. Þannig að hér að ræða í raun og veru brot á gildandi lögum og reglugerðum. Og hvað afleiðingar hefur það? Það hefur auðvitað þau afleiðingar, bara í svona venjulega þú brýtur starfsleyfi að þú getur mist starfsleyfið þitt og það hægt að takmarka rekstur. Sama og við erum að gera við iðjuver. Ef að menn eru að brjóta þau ákvæði þá getum við beðið áætlun úrbætur eða takmarka rekstur eða stöðvað. Þannig það eru heimildir til staðar til þess að bregðast við. Og hverra það að beita þeim, ykkar eða? Það heilbrigðiseftirlitsins. Þannig að heilbrigðiseftirlitið er búið að láta þetta viðgangast svona allan innan tíma en hefur að því virðist ekki gert neinar athugasemdir við að aðrar en að benda og þetta ætti að vera öðruvísi. Já, ég get nú ekki svara fyrir hvaða athugasemdir heilbrigðiseftirlitið hefur að gera. Ég hef ekki skoða þær skýrslur. En regluverkið svona. En við verum auðvitað líka aðeins að horfa á málin í stærri samhengi hérna. Við erum að taka saman nýja skýrslu ástand skólpmála og ég verð bara því miður að segja það að við erum ekki glöð. Það lítur út fyrir það að mjög litlar breytingar hafi orðið á milli áranna 2010 og 2014 í hvernig við Íslendingar almennt erum að standa okkur í skólpmálum. Þannig að við erum einhvern veginn í þeim fasa, við trúum því að vatn á Íslandi sé hreint og gott og við seljum út á þá ímyndar vatnið okkar sé hreint og gott. En þegar kemur að því að standa okkur vel í þessum svo mikilvæga málaflokki að þá erum við ekki að gera það. Og það eru þetta mjög sterkt. En það ekki bara einfaldlega því að við, eins og var svo sem lýst í gær, vegna þess að við bara komumst upp með það? Af því að það eru eftirlitsstofnanir eins og þessi sem þú stýrir, sem að eru bara með fullri minningu mjög góðar í að skrifa skýrslur og senda ábendingar og svona eitthvað, en gera lítið annað. Já, við kannski höfum ekki alveg nægilega, sterk verkfæri í höndunum nákvæmlega núna. Við vorum hins vegar að vinna, eins og kom nú einnig umsögninni, samkvæmt lögum stjórn vatnamála og þar lá fyrir að við ætlum að vera tilbúin í lok árs 2014 með vatnaáætlun fyrir Ísland allt pluss aðgerðaáætlun. Síðan voru fjármunir í raun og veru bara svolítið vel skrúaði niður í þennan málaflokk, þannig að vinnan hefur legið niður í næstu því 3 ár. Nú erum við reyndar komið með fjármagnan í, en þar erum við komið með svona raunveruleg tæki til að búa til langtíma áætlun fyrir Ísland. Hvað að og hvernig eigum við að bregðast við því og hafa þá líka eftirrekstur með því. Þar erum við komið með skýrt hlutverk og eins og þú segir, eitthvað annað heldur en það að vera bara endalaust að senda bréf og skrifa umsagnir. Og þetta höfum við bentum meðal annars á þetta við endurskoðun laga náttúruvernd. Að þar áherslan svolítið á það að við séum að skrifa umsagnir. En stundum þurfum við bara miklu beittari verkfæri til að geta gripið inn í. Og það eru þetta bara gríðarlega mikilvægt. En í þessu tilfelli, því þarna erum við svo sem ekki að tala miðað við það hvernig þetta hefur breyst, ástandið í lífríkinu og miðað við það mat sem liggur fyrir og svo þessa varúðarreglu sem segir að menn eigi að grípa til aðgerða, jafnvel þó að það sé ekki 100% vissa, en menn getur svo líka hort til þess hvernig var tekist á við þetta í Japan, það sem svipað kom fyrir kúluskítinn sem þar. Þá veltir maður fyrir sér, höfum við tíma til þess að bíða eftir því að það verði unnin ný tegund af lögum og menn fara að horfa eitthvað heildstætt að þetta allt saman. Getur Mývatn beðið eftir því? Þarf ekki að grípa eitthvað inn í miðað við það hvernig þetta hefur gengið núna? Já, náttúrulega umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði nefnd 2016 sem skilaði áliti á sama ári og mér skilst að í ráðuneytinu liggi nú fyrir ykkur skýrsla sem tekur út svona heildar ástandið á Mývatni og þá líka með kostnaðartöluna á þetta, hvað mun þetta raunverulega kosta að fara í aðgerðir á svæðinu. Við hjá Umhverfisstofnun, við höfum líka verið að vinna ákveðna svona greiningavinnu hjá okkur. Það að kortleggja sveitarfélögin inn til landsins eða fráveiturnar þar og gefa þeim ákveðna einkunn eftir því hversu viðkvæmur viðtakinn
þetta eins og Mývatn eða er þetta ekki eins viðkvæmt viðtæki? Er þetta vatnstaka þarna, er útivist, er veiðimennska og svo framvegis og síðan taka þennan auka þátt inn í sem að ég held að við þurfum að fara að horfast í augu við líka. Það er fjöldi ferðamanna miðað við þann fólksfjölda sem býr á staðnum. En ég meina þetta höfum við alveg vitað, Kristín, í bara alveg síðan áður en að þessi reglugerð var sett og við fullri vinningu, þú ferð aftur að tala um nefndir og skýrslur, en ég er að velta fyrir mig þarna erum við með sveitafélag sem að virðist ekki valda þessu, þarna erum við með fyrirtæki sem að hafa ansið drjúgan pening út úr því að vera staðsett þarna, en eru einhvern veginn að þér virðist að reyna að beita sem mestum aðferðum sem þeir geta til að koma sér hjá því að standast þessa reglugerð. Og þau komast upp með það? Já, komast upp með það. Það eru ákveðin fyrirtæki þarna sem að hafa farið þá leið sem þeir eiga að fara. Því hérna ertu vissulega að tala um fyrirtæki sem er ekki búin að því. Já, við tökum dæmi að þessu eina fyrirtæki sem er búið að fara þessa leið sem það átt að fara. Það er þetta Hótel Laxá. Og Guð veit að þeir hafa nú aldeilis auglýst það líka. Síðan byggja þeir starfsmannahús við hliðina á húsinu sínu. Þá ákveða þeir að það sé allt önnur framkvæmd, þar af leiðandi þurfi það ekki eins mikla skólprensun og í raun klippa það svona frá eins og var lýst í gær til þess að komast hjá því að undirgangast þessa reglugerð og þeir komast upp með það. Ég verða bara að viðurkenna að ég skil ekki alveg þá hugmyndafræði þegar þú ert búin að fjárfesta í dýrri skólprensunastöð að fara og byggja nýtt við hliðina. Ég næ ekki alveg þeirra hugmyndafræði en ég er algjörlega sammála þér. Mér finnst þetta ekki alveg ganga upp. En hver er það að gera eitthvað í því, Kristín? Þetta er stóra spurningin. Já, ég meina eins og ég sagt, það eru starfsleyfi gefin út. Heilbrigðiseftirlitið ber að gefa út starfsleyfi og hafa eftirlit með þeim og þau auðvitað hafa mjög skýr verkfæri. Við erum með ákveðin verkfæri og eitt af þeim er mitt að skrifa umsagnir og skýrslur og vera svona sífellt að tuða og nagga. Við erum að líka að gefa mjög ákveðin skilaboð. Til dæmis eins og það stóð til að það var skipulagstillaga þar sem að flugleiðahótel óskuðu eftir því að fá að byggja eða stækka mjög hótel þarna sem var vegmegin eða nær vatninu sjálfu og þar vorum við mjög ákveðin í umsögn sem við veittum að við teldum að þetta, sérstaklega vegna þess að það var ekki einu sinni sjáanlegt hvar menn ætluðu að vera með skólprensustöðina að þetta gengi ekki upp og það er nú búið að kæra þessa umsögn okkar til úrskurðarnefndar þannig að ég kannski tek ekki alveg undir það að við getum ekki verið beitt. Við höfum hafnað framkvæmdum á þessu svæði en við verðum líka að horfa á þetta þannig að þetta er ekki vandamál sem við leysum 1, 2 og 3. Við þurfum að hafa tímasetta og ákveðna áætlun og takast á við vandamáli. En hvar er hún, Kristín? Af því að 2012 er ástandið orðið ljóst og þess vegna veltum við fyrir sér, hafið þið þá ekki svolítið sofið á vaktinni af því að samkvæmt lögunum verndun Mývatn og Laxár, þá er það ykkar verkefni að sjá til þess að þeim lögum sé fylgt og lögin er einfaldlega sett það að menn passi þetta sem að menn kalla oft væmna nafni náttúruperla sem þetta sannarlega er ef eitthvað er það og þið eigið að passa hana samkvæmt lögum en vopnin sem þið fáið eru þau að skrifa bréf. Vopnin sem við fáum eru kannski ekki alveg nógu sterk, já. Við þyrftum kannski aðeins sterkari vopni í okkar tækjasal til þess að takast á við þetta. En það má ekki gleyma því að við erum með lög og reglur í þessu landi og það eru ákveðnir aðilar sem eiga að sinna ákveðnum hlutum. Og við verðum auðvitað að ætlast til þess að hver og einn sé að sinna því sem hann á að vera að gera. Og hver hefur ekki verið að sinna sína? Já, við vitum það að þarna eru fráveitur sem að uppfylla ekki lög og reglur í landinu. Það eru þetta heilbrigðisnefndanna að gefa út starfsleyfi til þessara fráveitna og fylgja það síðan eftir. En eins og ég segi, ástandið á landinu öllu er ekki nógu gott. Og það er svolítið það sem við dettum svolítið í. Við tökum svona einstaka mál og þau fjúka mjög hátt. Við tökum Selfoss, við tökum Akureyri, við tökum Mývatn og síðan einhvern veginn bara deyr þetta niður og við þurfum að hugsa já, vatn á Íslandi er frábært, við þurfum ekkert að hugsa þetta og þurfum að gera eitthvað annað. Við þurfum að fara að hugsa þetta systematískt til framtíðar. Af því þetta gengur ekki svona. Það vakti nú svolítið athygli þegar það var allt í einu virtist sem það hefði allt í einu
tekist að verið byrjað á því að byggja hótel inn á þessu verndarsvæði á Grímsstöðum, þessi Fosshótel sem fór að byggja það. Hótelið var, ég segi ekki hálfbyggt, en það var langt komið þegar allt í einu virtist hafa uppgötvast að það voru engin leyfi fyrir því. Sko, vissuð þið ekki að það væri verið að byggja þetta hótel? Við fengum fregnir af því að það væri verið að byggja þetta hótel og fórum sjálfsögðu af stað í það að passa upp á það að framkvæmdin væri stöðvuð. Við veittum umsögn á sínum tíma þar sem kemur alveg kýrskýrt sækja þarf leyfi Umhverfisstofnunar vegna þessara framkvæmdar. Byggingafulltrúi gefur út leyfi til þess að hefja vinnu, það var aldrei byggingaleyfið í heild sinni var ekki búið að gefa út og menn fara af stað. Og þegar við komist að þessu, að þá auðvitað förum við að stað í það að stöðva þessa framkvæmd, köllum menn til ábyrgðar á því hvað í gangi og það fór svo að sveitarfélagið sem stöðvaði framkvæmdirnar. Við leyfðum þeim síðan að halda áfram þarna svona ákveðin bil til þess að geta lokað framkvæmdinni, en það verra, það var ekki búið að fara með þetta í tilkynningarskyldu á mat á umhverfisáhrifum. Þannig að þarna sér maður hversu mikilvægt það að hver og einn liður í þessu kerfi, hann gerir sína skyldu. En lærir maður ekki fyrst og fremst af þessu að besta leiðin á Íslandi er að fara bara að byrja og svo reddast þetta? Vegna þess að eins og þú segir, við stoppuðum framkvæmdina, svo leiðum þeim að loka þeim, svo klára þeim og svo endanum fenguðu leyfið og þeir eru að byggja hótel núna. Já, ég myndi ekki mæla með þessari leið og ég held að þeir aðilar sem vilja byggja upp sómasamlegan rekstur geri ekki hlutana svona og ég held að við verðum að trúa því að megnið af þeim sem að byggja upp sé að byggja upp til framtíðar en ekki að kasta til hendinni og fá síðan, almenningsálitið algjörlega á móti sér. Af því að menn verða að gera hlutina vel og það er eitt að byggja hlutina og síðan þarf það að reka þá til framtíðar. Og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli að menn geri þetta vel. Kristín Ida, takk fyrir komuna í Kastljós.